Það heldur betur hátíðardagur hér í Túborg 10 í Hafnarborginni. Það eru góðir gestir hjá mér í dag. Það Gunnar Birgisson að sjálfsögðu eins og alltaf á föstudögum og Sexy Rúrik Gíslason. Rúrik, já hvað, taka þessa treyju hérna með mér. Þið sem eru að horfa á YouTube sjáu hana. Þetta Gíslason treyja frá OB. Já, þessi skemmtileg. Eða ekki? Jú. Og vinir Túborg Karlsberg framan á. Karlsberg hefur svolítið elt þig í þessu lífi. Já, sérstaklega svona eftir fótboltan. Þeir eru líka framan á SK. Já, reyndar. Þannig að, en þú veist, þetta ástæðan fyrir að þú ert svona aftur mikið á Íslandi. Það veðrið eins og akkúrat í dag. Já, ég á að vera úti núna, en ég sá spána og ég hugsaði bara, I'm not leaving. I'm not leaving. Þetta er það sem útlendingarnir koma til að sjá. Það vonda veður. Já, það náttúrulega fáránlegasti frasi ever. Sko. Þú veist, þau eru alltaf í sól. Já. En þeim finnst þetta alveg æðislegt. Snjóar lárétt í smettið á mér. Það er jægt. Við förum yfir þetta betur með Sexy Roo. Hér rétt á eftir nýja lagið rosalegt. Hann er sexy, active, radioactive. Nei, hvað ertu? I have a tractor and I'm attractive. Já. I'm an actor, radioactive. Já. Heldur betur, þetta Dýrt drottins orðið, segi ég nú bara. Heldur betur og svo þetta þannig að Dóttur fútból að fara með stóran hóp til Afríku í golf. Af hverju förum við til Afríku? Jú, við fáum frábært veður þar í mars og við ætlum að lifa af landsleikjahlið 20. til 27. mars. Hefur þú farið í golfferð, Rúrik? Já, ég meiri sig að fara í golf í Afríku. Geðveikt. Það er styrla, það voru bara sebrahestar á brautinni og... Já, ég búinn að panta sebrahesta á brautina. Þetta var ótrúlegt. Hvert það að fara? Við erum farið til Marrakesh. Já, ok. Norður Afríku. Já, ok. Ég fór í Malawi. Golf í Malawi, það var skemmtilegt. Við gerum þetta alla leið og Ígulferðir með þetta getið sendt á Aronat Ígulferðir, þetta verður allt saman inn á Dóttur fútból leikmenn og þetta mun fyllast rætt í þetta hlægilegt verð. Ég var með manni sem í veiði og hann sá verðið á þessu, hann bara hló í svona gott korter. Hann vanur í veiðinu, sko, það alltaf 2M, allt sem hann gerir. Dagurinn. Já, eitthvað dagurinn, sko. Það var eina vakt og sleppir öllu, sko. Já. Hann hlói alveg gott korter þegar ég sýndi hún veðrið, það var 275, 289 verðið. Já, og veðrið. Hann hló líka, ég sá veðrið í Marokko. Höldum áfram að hlæja Dóttur fútból auðvitað í góðu samstarfi við Fitnessport og við ætlum að koma okkur í toppstand. Það er sem að ég og Gunnar Birgisson ætlum að gera á nýja ári, 2025 verður okkar ár. Já. Gunni, ég ætla að taka með 7, þú ætlar að taka þér 17. Já. Og þá eru konur í toppmál. Rúrik, hvað ætlar þú að bæta þig? Vöðvum? Heyrðu, það er búið að taka mig sko 4 ár að bæta mig bara 4 kílóum í vöðum sko. Því ég nenni ekki þessu bumbustúsi sko. Það er samt þykir sexy. Já, það? Já, okay. Það er segja það. Já, þessum konundar segja allavega. Já, það er eitthvað meðvirkning bara ekki. Já. En allavega þannig að þú ert að nota kreatín. Heyrðu, ég venjulega já, en ég, sko, það eru skipta skoðanir á þessu. Það kannski, ég hef notað kreatín, en nú ég fór að hugsa þetta sponsorinn. Nei, af því að svona... En nei, ég er ekki á kreatínu akkurat núna, en ég elska kreatín. Já, þú elskar kreatín, ég veit það, en ég er að hugsa sko, eins og þú veist, þegar að fallega konur mæta í hlaðvarpi á fallegu fólki, þá eru þær oft spurðar mataræði og húðu heyrðu og svona. Hvernig venjulegu dagur hefur í mat? Og eins og fæðubótaefnum og svona? Sko, ég er enda fyrir fitnessport og ég kaupi mig bara eins og strangkeðalegu maður. Það er eitthvað prótein hann sem er bara alveg bara eitthvað hreint prótein, ekkert eitthvað kolvetna rugla. Því ég reyni að vera ekki mikið í kolvetnum. Hvenær byrjar að éta á daginn? Er ekki nektari? Ég ét bara allan daginn, því meira því betra sko, en ég borða bara hreint. Já, en borðar þú morgunmat? Já. Bara en þú ert til dæmis, kemur þú með okkur á American Style eftir þátt eða? Já, 100%. Já, ok, flott. En þú veist, það er fullt að... Það er líka hægt að éta hreint, já, það er hægt að éta hreint. En alltaf 4 egg á mótnana sko. 4 egg alla mótna? Alla mótna. Já, þetta er eitthvað sem við ættum að... Bara harsóðin? Já, bara allir sem er sko. Já, frábært. Svo þegar að við viljum svindla og hafa alltaf gott og þá er það að sjálfsögðu Dómurus Pizza sem Dóttur fútból verið lengi, Dómurus Pizza og Dóttur fútból. Tjekkland byrjar sko 15% afsláttur ef þú segir að Dóttur fútból hafi sendt þig þangað. Herri, sko, Rúrik, þú leynir á þér í spurningum og hefur ert seigarinn margur heldur í þessum fótbolta spurningum og tölvutek, mig veg, styttist í svartan Black Friday
það ekki komið nógu gott flott nafn á Black Friday á Íslandi þannig að ég ætla að halda mig bara við það tölvutekkur með spurninguna og ég ætla að sýna ykkur hér mynd hvar við stödd á landinu hvar við stödd tölvutek eigi mig veg ég get sagt ykkur frá því að það ekki tölvutekverslun á þessum stað á landinu hvar haldið við séum Býtu, þetta ekki bara þetta er Húsavík býtu þetta ekki hvar Sundlaugin þetta Nei, þetta ekki Húsavík. Já, Sexy Roo hefur nú, hann aðalega ferðast svona meira þykjastur að ferðast, sexy á einhverjum fjöllum eitthvað, áfælega ekkert að skoða eitt eða neitt nema bara símann sinn og... Býttu nú aðeins við, ég held ég þekkti bara alla fótbolta. Keirir hann á jeppanum sínum. Ég er búin að rýbranda þetta. Nú bara fashion. Hann aldrei hort út glugga aldrei skoða þessu staði sem ég bótið verið hana en ég var í símanum sko. Jú, býtu, hvað mennur þetta ekki þetta er Húsavík þetta er Húsavík Erst þú ekki frá Húsavík? Nei, hann var svo Nei, já, ég er Skaga fyrir Rúrik bara eins og þú veist Hólmar vinnuðinn og flott þetta er betur Gerir þetta erfitt samt með snjóinn og allt þetta með Húsavík? Ég var að gera þetta pínu trikki kirkjan sagðist ekki mitt Sundlaugin sagðist ekki Þú vissir að ég hefði þekkt þetta á kirkjunni Já Snjórinn plataði minna heldur betur ég er með þetta allt saman á hreinu ég ætla nú að fara beint í að ræða við Rúrik þetta allt saman en við ætlum eins og að fara ég er í smá tæknilegum vandræðum hérna við ætlum að powerranka sjálfsögðu með dynout.is og Rúrik Gíslason er gestur og að sjálfsögðu fáum við hann til að powerranka 5 heitustu sem hafa sendt honum DM á Instagram er það sem við ætlum að powerranka í þetta skipti Já, nú er ég spenntur og það var Inga Tinna okkar sem bað þetta 5 heitustu sem hafa sendt á DM Rúrik, nummer 5 Mega vera kallar ókonur Þetta, sko, ef það væri raunverulegu topp 5 listi sem að fólk myndi vilja ef þjóðin fengi að ráða þá væri þetta listin en ég þarf að hlífa honum við þessu Þetta er Við þurftum ekki að gera einhverja undantekningu taka top 20 Top 20, já Nei, alls ekki Ég gæfi ansi mikið fyrir eitt nafn kannski bara fá aðeins á snevill en ég ætla ekki að vera að pressa á mig en jú, DM er skemmtilegt koncept skemmtilegt koncept já, það er oft verið að slæta inn í DM-ið hjá manni, heldur betur það er tróðfullt slagið á shit maður, já, ég vil dæti smá panika við ætlum að taka top 5 fótboltamenn sem þú spila með sem gætu alls ekki verið í Ice Guys það er að segja syngja og dansa og tralla og allt það og bara myndu ekki virka Já, bara verið í boybandi bara hverju gætu alls ekki verið þarna Herðu, já, sko Númer 5 er náttúrulega bara förum bara beint í önnuðasta vinn minn úr boltanum Jóhann Berg Guðmundsson að því, þú veist, boyband, þetta er gleði þetta er gaman það þýðir ekki að finnast allt sko, alveg asnalegt sko Herri, var þetta rétt hjá Vincent Kompany þegar hann sagði að hann var í Moaner? Hann er að Moaner hann er á það til að tuða Stop fucking moaning Djöfull var það gott maður ég get lofa þér að hann mónar ekki heima af sig sko Nei, þú veist, þá tekur þetta út annars stað og það er í eðli fótboltamannsins að tuða þið eru allir tuðarar Mismiklir sko Mismiklir, ég þekki 2 sem eru alveg bara og þeir eru báðir á listanum sko annar er að kemur setna Númer 4 Herri, 4. sæti er Gulli Gull markmaður hann er bara, þú veist, það er þungarokki út í gegn sko og hann heldur ekki lagi Já, ég reynda veit ekki til það sko Nei, en ég man að þegar ég var, þú veist 15 ára að koma upp í meistaraflokk HK og hann bara var að sína mér einhver þýsk þungarokksbönd og eitthvað svona. Hann hefur engan áhuga held ég á boybótum held ég. En að því sögðu þá þykir mér vænt alla þessar menn sem eru á listanum, góði menn sko. Þetta eru menn sem ekki séns á að vera í boybandi, númer 3. Númer 3 er Alfred Finnbogason.
að því menn klæða sig ekki svo landafræðikennarar í strákaböndum. Hann búinn að vera klæddur eins og grunnskólakennari núna í 20 ár. Já, meira þess að þú sagði mér á sínu tíma, sko, það eru þessar brúnur hérna, hvað var það, flauelsbuxur, hann bara svo að sé að fara að kenna landafræði. Þú átt þessa setningu með þessu. Þetta verið, þetta svona, en svo á hann alveg til alveg nokkra hittara. Já, hann tók tímabil, sko, sem hann keypti sér bara ekkert eðlilega mikið af svona blazerum og þeir eru allir með sko rennilásum bara, þú veist, allstar. Þú veist, rent ermunum af og rentim opnum og lokuðum gegn. Það er svona tech-flíkur. Já, þetta var svona tech-flíkur. Þetta var, já. Ok, það get ekki, og ég held að hann myndi líka ekki vilja vera að syngja og dansa upp á sviði. Ég kæris það. Já, hann hóvar, drengur. Númer 2. Númer 2 er reyndar gæi sem maður myndi elska að vera upp á sviði og fer yfirleitt upp á svið ef að tækifærið er þar, sko, en heldur því miður ekki í lagi og ekki með mikinn takt, en ég bjó hjá honum í 2 ár í Englandi og einn yndislegasti maður sem ég kynst, Hemir Heiðars, til hann ekki með annarsætið. Hann hefði reyndar elskað þetta. Hann hefði elskað þetta. Já, en sko, svona eftir að hyggja bara af því við erum með Rúrik. Já. Ef þú myndir hitta 17 ára gamlan Rúrik Gíslason í dag og þú kemur inn 2005 aðeins heim og fer síðan í Tjaldur sem þá er Premier League klúbur. Já. Hefur þú sagt við hann að 17 ára Rúrik Gíslason ætti kannski ekki að fara til London? Ég held að sé rosalega mikil munur á því þá og núna, þú veist, ég held að unglingarstörf á Englandi núna séu allt öðruvísi. Þegar ég fór var þetta bara hérna, þú veist, ég var bara alltaf í helgafrí, það var eiginlega aldrei varaliðsleikir. Þannig ég hefði svona eitthvað létt á virkum og svo var bara helgafrí og ég með eitthvað samningu á Iceland Express, þannig að ég var alltaf bara strákaði líka eitthvað, kíkja út og golf og... eitthvað smá gleði. Golf og gleði, sko. En ég held að þetta sé nú öðruvísi í dag. Já, heldur betur. Þetta er svona, þó að þú veist, þín kynslóð séu einhverjir ennþá að spila, þá er ótrúlega hvað hlutin hafa breyst á þessum 15-20 ára. Bara engin spurning. Ég held að unglingastarf á Englandi í dag sé bara frábært, sko. Fólk bara að fara að skilja þetta, þú veist, og það er bara mikið búið að breytast í fótbolta. Fólk er að reyna að spila ungum leikmönnum. Heldur við, allir obsessed við aldur í dag, það er bara málið, sko. Gamli maðurinn á undir högg að sækja. Sko. Fyrstu, svo sem það er ólíklegastur eða bara að þú vilt alls ekki sjá í neinu boybandi í þessu lífi. Já, ég held að, sko, talandi að vera önugur og neikvæður. Já. En samanskapi, yndislegur drengur og allt það, en það er maður sem að spilaði stutt á Englandi en heldur hann sé englendingur, það er Kári Árnason. Það er ótrúlegt hvað hann bara gleypti í sig Britpop, Britrock, það er bara, ég held enn þann daginn í dag að hann haldi að hann sé bara í Kaiser Chiefs. Já, þetta hefur svona náð til þess, hann hefur líka, því að hann náttúrulega, það er gamall, hann hefur náttúrulega náð þessum cool 90s tíma í Bretlandi þegar að tónlistin var náttúrulega mjög svona... Já, þú veist, hann heldur bara að hann sé Liam Gallagher, skilur. Þú veist, hann er bara ennþá að mæta, þú veist, í einhverjum svona, sérstaklega eftirminnilegt þegar hann var að mæta í landsliði, við vorum allir í einhverjum Adidas eða Nike skóm, skilur, og hann mætti bara í svona Oliver Twist þarna skóm sem hann bara fekk í borgarleikum og einhverjum nýþröngum gallaböksum og svona All Saints leður eitthvað með stutt en barta. Já, stutt en barta, það er gott. Það var svolítið lúkið hans Kára, en hann getur ekki dansað og getur ekki sungið. Ég held að þetta sé bara, þú veist, þetta er bara aðeins svo skemmtilegt og gleðilegt konsept til að hann geti og mikill gamli skóli. Var hann annar þessum tveimur supermónerum í liðinu? Eða var það Alfred? Já, nei, Kári. Ég hef ekki heyrt hann segja jákvæðan hlut. Aldrei. En hins vegar á hann heiðurinn af nafninu Sexy Roo. Bara skuldlaust. Og ég er náttúrulega verið að vera hann svolítið þakkláttur fyrir það. Það er bara fram í Dr. Fútból. Sony hefur auðvitað staðið þétt við baki á Dr. Fútból. Nýtt sjónvarp jólin er eina jólagjöfin handa húsbóndanum. Og gott sjónvarp eru mannréttindi. Ég segi lágmark 75, aðri 65. Gunni Birgis ennþá með 40 tómum tæki heima á sér og nýtur sín. Held að sé 42. 42. Í alvöru? Ég er bara með spjaldtölu á vegnum. Við, sko, þú varst að gefa út þetta lag, Sexy Roo. Og ég er búinn að hlusta svona 12 sinnum á það í morgun. Og ég náttúrulega var svo heppinn að fá að heyra það í fyrst skipti í ágúst eða eitthvað slíkt.
Þetta er rosalega. Þetta er besti kaflinn hérna. Where the sun is shining and the rose is cold, that's where I belong. Life is perfect, there is nothing wrong, and all the women wearing thongs. I'm a tractor, and I'm attracted, and I'm an actor, radioactive. I could be a pastor, but I'm too active. Oh, you can fact check it, 'cause whatever it takes. Fannst mér að láta fact-checka þarna ekki? Jó, veist, þetta er Fact-checkið þetta. Sexiness is my destiny for eternity. Yeah. Oh, I'm sexy Roo. Ég eru lögðarsöndur í stuði. Já, ég ætla að fá salin með mér hana. Sexy Roo. And I'm feeling pretty cool. Þetta er nefnilega einn vinsalasta svona tónlistastefnan í dag, það er þetta svona country rock svona, þú veist, Já, mögulega, sko. Luke Combs og hérna Morgan Wallen. En má ég ekki aðeins- Morgan Wallen sem var náttúrulega valið lag ársins í fyrra, En má ég ekki aðeins svona bara útskýra, þú veist, Já. af hverju og bara Já. svo fólk haldi ekki sér alveg. Farinn. Já, eða ekki. Jú, en þú veist, mér finnst það ekki það. mér finnst það flott lag. Þetta er þægilegt að Málega, hlusta á það er enginn að segja, það er halv bestadildin er búin að búa sér til einhver tónlistaferil, sko. Já, Þú veist, það er já, bara einhvern já. veginn. En þetta er nú bara hönd í hönd með þessu Ice Guys dæmi. Þú Já. veist, sería 2 af Ice Guys er að koma út 24. nóvember og mögulega er Sexy Roo eitthvað aðeins farin að miskilja þetta allt saman. Já, ok. Já. Þannig að þetta er nú bara beintenging í þættina. Þetta er lag sem að er í þáttunum að því að hérna endar náttúrulega sería 1 endar í svolítið háalofti. Þannig að Hérna, eins og ég segi, hérna, Sexy Roo, þetta er auðvitað country tónlist, hlustar mikið á country? herðu, já, ég geri það maður. No joke, bara upp á síkastið sérstaklega. Já. Ég er eiginlega bara, þú veist, ég er að fara að skoða mér íbúð í bara Montana eða eitthvað, sko. Já, eða eitthvað staðar í Texas. Er ekki ennþá Já, samt svona, þú veist, samt svona Brokeback Mountain cowboy. Já, svona vetrarkúriki. Vetrarkúriki. Já, þú ert svona vetrarkúriki, já. Ég er meiri svona sumarkúriki. Ég er sumarkall. Já, ég er vetrarkúriki, sko. Sko, hérna, Sexy Roo, hvað hérna samtur þú sjálfur textan? Því miður, já. Já, þú veist, en sko málið er að við vorum í tökum á Seríu 1 og Jón Jónsson byrjaði að spila viðlagið í Sexy Roo á gítar. Já. Og mér fannst bara eitthvað, einhvern tímann satt ég í flugvél og fyndi það sem einhvern svona geðbila lag. Eitthvað fyndið, sko. En ertu að fara, þú veist, ertu að fara að taka þetta lengra, þú veist, ef ég væri að skipuleggja árshátíð, þú veist, gæti ég heyrt í þér og fengið til að koma að taka lagið, þú veist, ertu á leiðinni þá átt, eða? Ég meina að þú veist, kúla er alltaf kúla, skilur. Já. Þannig að bara ég... Það breytist ekki. Nei, ég meina það breytist aldrei, sko. Það breytist aldrei. Ég hef, sko, ég veit, þú veist, ég bara veit það ekki. Bara það sem gerist, skilur. Já. En þetta er stemningslag. Ég held að þetta verði trillt í höllinni þarna 13. og 14. des, sko. Þá ætla ég að fá salin vel með mér. Sko, hérna, þú veist, þetta er náttúrulega yfirgengilegt bull, náttúrulega, þú veist, og náttúrulega skemmtilegt, þú veist, að taka þátt í þessu æskæstæmi. Þú ert náttúrulega búin að lengi klefa í fótbolta. En í klefa í fótbolta, þá fer leikmaður út og það kemur nýr leikmaður inn. Og það, þú veist, þessi með transfer og þessi kemur nýr og þessi hættir og hlutin breytast. En þannig er þetta alltaf sömu gæðirnir. Og ég hef oft pælt í þessu. Ég hef sá einhvern þátt Kaljó, all gaurið sem búin að þekka síðan voru 5 ára og maður svona hafði tilfinninguna að þeir væri konum með sko algjörlega ógjá okkur öðrum en þeir voru bara með svo geðveitt koncept í gangi að þeir þurftu bara að vera, þú veist, alltaf saman. Já, við skiljum. En skilur hvert þér að fara? Algjörlega. Og veist, eins og að vera í einhverjum svona bandi og vera í kringum þess að gaurið á hverjum einast stegi sem að, ég myndi að það er 20 ár, þú veist, er þetta ekki smá konflikt svona? Nei, þú veist, alls ekki, sko. Við erum ekki það, þú veist, það er enginn á okkur að fara fram á eitthvað. Nei. Við erum svona frekar rólegir og afslappaði gæjar, sko. En ég held líka að það sé, þú veist, þessi strákar hinni 4 bara mest successful tónlistamenn á Íslandi. Þannig að, hérna, ég held að þeim finnst alveg gaman stundum að fá að vera Frikki Dór bara og Jón Jónsson og Herra og Aron. En ekki alltaf að því Ice Guys, þetta er náttúrulega bara comedy, þú veist, sérstaklega þættinir. Þannig að þeim, ég held að Ice Guys hafi líka svolítið gert að þeim finnst bara jafnvel skemmtilega að koma fram sem
þeir koma fram sem þeir en það gaman að fara út úr því að vera þeir en gaman að fara tilbaka ég skil hvert þú fara en engi konflikt af bara 0 sko þetta bara gleði ég meina, þú veist, þetta kannski eins og þú segir þetta 5 af eða 4 af vinstarastu tónlistamönnum landsins og svo fá þeir þig til liðsins sig, þú veist og ég meina, mér finnst þú veist, fyrsta serían náttúrulega var mjög fyndin mér finnst þetta skemmtilegasta lagi finnst mér jólalagið af því að þetta svo ógeðslega leiðilegu gaur sem við verðum að syngjum það er sami staður, sami matur það er sami tónleikarnir, hann vil ekki gera neitt hann vil bara hanga heima hann vil bara fá þessi típisku jól það finnst mér gott lag, þú veist, þetta náttúrulega annar lagið af þessar nýja dæmi Gemmir var fyrsta Gemmir var fyrsta, svo náttúrulega Draumaprins, Leikona og Fegustu blómin vaxa vilt sem vildi að sé mitt uppáhaldslag sko ríkala velhefnað Þið ætla að vera með eitthvað partítónleika? Herðu já, það er búið að auglýsa sko tónleikana, það er náttúrulega 4 uppseldir og svo eru 5. tónleikarnir hérna föstudaginn 13. Það eru partítónleikar og það er búið að auglýsa þetta sem bara uppselt en það eru miðar eftir á partítónleikana á föstudaginn Við kannski tökum það kannski frekar Það er, þú veist ok, þetta er algjör klísja en það er einhver svona gleði og gaman og stemning í kringum þetta Ice Guys Já, alveg bara klárlega Það er eitthvað gaman að þessu Þú veist, er þetta ekki sem sko pínu þú veist, ef ég var að búið til boyband þá myndi ég vilja að hörðustu aðdándu væru dömmutar en þú veist, þeir eru náttúrulega bara sko eins og heima á mér það er einhver bara 70 manna hópur 40 börn á leiðinni Já Þú veist, þeir eru náttúrulega sko massíf hittari hjá krökkum þú veist, heima á mér til dæmis eitthvað Ice Guys plakatat upp á vegg sko heima á mér herbygginu ykkar? Ekki í herbygginu Það væri sérstætt Ég veit 6 ára sem er með mynd af Ice Guys upp í herbyggi ég meina, datt ykkur í huga að þetta er svona massífur hittari á börnum ætlu alltaf að slá gegn hjá dömunum Já, það var planið sko bara, þú veist, við vorum bara að hugsa Nei, við náttúrulega bara byrjuðum þetta alltaf að gefa út eitt lag og reyndar fannst mér það hræðileg hugmynd þú veist, ég var ekkert að fara að segja já við þessu strax að ég náttúrulega kannski þjóðverðin er ekkert að kveikja svona kaltani sko Þannig að þetta þurfti að vera einhverju svona grínþættir líka þannig að ég stakk upp á því á sínum tíma og við fórum að tölum við Hannes og hann fannst þetta frábært Þannig að sem betur ferilega er þetta líka grínþættir því annars væri þetta bara eins og við værum allir 5 einhvern veginn í maníu sko. En þú veist að tala við Þjóðverja fyrir jökunni að segja frá Kunni við okkur líka eins að tala Þú veist að tala við Þjóðverja og segja it's a boy band and it's also a comedy show What do you mean? Is this both a comedy show or is it a boy band or what is this? Why are you pretending to be somebody you are not in this show? Þetta er náttúrulega leiðilegast, ok, þú mátt náttúrulega ekki setja hún með 80 miljonar markað á lás. Þetta er krefjandi ból. Alla jafna svona, já. Alla jafna, það er, en sko, þeim finnst þetta æðislegt sko. Þeim finnst þetta æðislegt og núna úti var ég að vinna með stóru framleiðslu fyrirtæki og það er allir að sýna svo rosalega mikinn áhuga. Ice Guys? Já. Og þú veist, bara aldrei að segja aldrei. Mér finnst gaman, sérstaklega að koma með eitthvað svona því nú hef ég tekið þátt í mjög miklu gríni í Þýskalandi. Já. Og oft er maður bara, þetta er ekki gott sko. Já. En mér finnst actually Ice Guys bara mjög fyndið. Ice Guys er mjög fyndið. Já, og ég held að svei mér þá hvort þetta myndi virka í Þýskalandi það er einhver svona blundar einhver draumur í manni kannski Já, ég meina það er bróta svolítið stærri markað líður eins og þú sért þekktari núna svona almennt heldur en bara þegar þú varst í íslenska landsliðinu fótbolta hvað finnst þér? Ég bara veit það ekki sko er það tala um á Íslandi eða? Já en þú veist ég bara pæli sko líður aldrei svona eins og einhvern veginn eins og svo ímyndaði sem fótboltamanni eitthvað svona herðu, þið vitið að ég fór á HM í fótbolta þú veist, ég var atvinnumæður og ég var bara í helviti góðum liðum og Já, þú veist þeir sem vita en kannski eitthvað þetta er ekki einhver pæling sem ég vakna með á mótnana sko, þú veist, er ég þekktari núna? Nei, en ég er meira pæli þú veist, bara upp á þú veist
viltu halda í þessa, þú veist, þetta fótboltamaður vera, þú veist, þú náttúrulega varst sérfræðingur líka lengi vel. Hefur mikið, þú veist 20 ár prófið fótbolta. Já, hvað var ég 18 ár? Atvinnumæður. Ég veit ekki, sko, já, ég meina það er svo fyndið, ég er einhvern veginn aldrei að eldast við eitthvað, skilur, ég er aldrei eitthvað að reyna að branda mig, segja mig eitthvað, þú veist, ég er bara, no joke, bara, þú veist, enjoying it, sko. Þú auðvitað ert að bulla núna, var ekki að sapna einhverju síðu hári og halda þér í toppstandinum og vera að reyna að branda eitthvað, þú ert búin að búa til eitthvað sexy rúi hérna sem er að búa til pening út allan heim. Já, þú veist, já og nei, sko, þú veist, ég nenni ekki að vera, sko, þú veist, ég vil bara vera í standi, ég vil bara vera sexy, sko. Þekki það. Já, þú þekki það. Hérna... Nei, ég er ekki að reyna að branda, þú veist, ég er náttúrulega líka að vera að vinna, sko. Já. Og ég er bókaður kannski fyrir það sem ég er og leik karakteran sem að passa mér og bara, þú veist, ég veit það ekki, ég bara hef aldrei prófað að vera... Það er skemmtilegur fótboltalinkur í þessu æskæðstæmi, ég meina Jón Jónsson var mjög góður fótbolta. Já. Sko Frikki Dóru, þetta Íringandi fengan. Já, og fengan. Sko hefðurðu viljað sjá Íringana kannski aðeins gefa Frikka aðeins meiri tíma að venjast þarna í Breiðholtinu? Algjörlega, mér fannst þér harðir við hann, sko. Þú veist, að því málega er að þegar þú ferð í Breiðholtið, þá ertu aðlöðuna tíma. Já, ég er bara... Hvað hefur við séð bara marga managera? Já, hvað hefur við séð marga managera? Bara tala hann er, þú veist, hann þarf tíma til að aðlagast. Nei, ég hef alltaf... Talar ekki tungumálið og þú veist... Sko Íringarnir, þeir eru alltaf fljótur á sem við Frikka fannst mér. Já. Alveg, engin spurning. Þetta er eins og hugsun sem ég vakna með á mótna. Við þurftum að fá hann eitthvað bara í svona ákveðu uppgjör, sko. Sko, Aron Kahn hlýtur að vera góður í fótbolta. Pottet? Já. Hefur séð hann í fótbolta það? Hafið aldrei tekið eitthvað bolta þarna? Nei. En Herra, hann er kannski svona meir í körfunni. Sko, já, hann er í körfunni. Nei, hann er náttúrulega komin í þvílíkt gott stand, sko. Á ekki þátti þér að þakka fyrir það? Nei, þetta er ekki bara honum að þakka. Hann er geggjað, sko. Já, þetta er vel gert. Þetta er eins og ég segi, þessi þættir byrja í næstu viku. Sexy Rule-lagið er komið á Spotify. Já, 24. byrja þættirinn á Sjónvarpi Símans. Já, þannig að 24. Það er sunnudagur, það er vist eitthvað The New Friday í Sjónvarpinu. Sunnudagur er nýju föstudagur. Já, í Sjónvarpinu, sko. Já, ég trúi því alveg. Það er hérna... Jú. Er það þannig? Já, þú varst alltaf með Landar alltaf á sundum. Sunnudagur er langvinnst. Var ekki Landar alltaf hefur á sundum? Og Landin er einn besti sjónvarpsþáttur í íslensk söguna. Já, sunnudagur eru sjónvarpsþáttur. Já, þeir ná ekki alveg saman Gísli frá Borgarnesi, þannig að ég veit alveg að það er tension hérna. Já, heyrðu, hann lét að fara. Sorry. Ekki mál. Ertu alveg góður? Nei, slagur. Já, ég er góður. Nei, ég reyna ekki. Ekki pæli í þessu. Dóttur fútból, tölum boltan. Já. Tölum boltan. Og tölum smá sparnað fyrst í að Auður býður på besta sparnaðin. Auður, dóttir Kviku og 8% sparnaður fyrir fyrirtækin í landinu. Ísland er að fara að keppa á morgun. Íslenska landsliði fótbolta, mögulega er Åke Horæti að fara að kveðja. Vitum við eitthvað meira, Gunni? Heldur þú að Åke sé að fara að kveðja eða hvað? Sko, það er ýmislegt sem maður getur lesið svona á milli línuna. Það er annars vegar þetta að það er náttúrulega ákveðið svona einstæmi að Åke bauð upp á einstaklingsfundi með fjölmiðlamönnum á föstudaginn þegar hann kynnti landsliðshópinn fyrir fyrir viku síðan. Það hefur hann ekki gert áður. Annarkvort er það sambandið að bregðast við einhvers konar tauti í fjölmiðlamönnum að fá ekki að hitta hann nema bara á Zoom. Svo getur maður líka túlkað þannig að mögulega vill hann bara klára þetta með sæmd og klára þessa 2 leiki sem að framöndan eru á móti Svartfjallalandi og Wales og svo verði þakka fyrir sig. Það er náttúrulega að vita allir af þessu uppsagnar ákveði en svo er spurningi bara, ég meina, hvernig gengur fyrir þá að losa þú veist, þeir þurfa náttúrulega bæði að losa hann undir samningi. Nei, hann er með uppsegjanlegan. Ég er að segja það, hann er með uppsagnar ákveði, þeir þurfa ekki að borga fyrir það. En þeir þurfa náttúrulega klárlega að borga ef að þeir ætla að sækja Arnar Gunnlaugsson eða Freyr Alexandersson. Ger ég ráð fyrir. En má ég velta einu stein? Hvaðan er þetta gripið að hann sé mögulega að fara að hverfa? Því bara, þú veist... Hvaðan er þetta gripið? Já, ég get alveg sagt þér það að þetta er gripið úr þeirri átt að það komu það margir að máli við mig eftir leikina á móti Tyrkjum úr ótrúlegustu áttum sem að sögðu við mig hér og þetta er
þetta held ég búið. En hvað höfum við heyrt þetta oft samt, þú veist? Já, ég meina, við erum ekkert að staðfesta neitt. Við erum bara að segja að þetta umræða. Að því málið að segjum sér svo við vinnum Montenegro á morgun. Já. Wales tapar á móti Tyrklandi. Þá bara úrslitaleikur hver fyrir umspil Ariðils í þjóðadeildinni. Ég ekki á því. Ég held að sé engin ósatt, þú veist, ert þú ósattur við? Nei, ég er mjög sáttur við Óge og allt sem hann hefur komið með. Ég bara, þú veist, þetta einmitt eins og Hjörvar segir, þetta bara eitthvað sem maður hefur heyrt úr það mörgum áttum að það ekki hægt að ignora þetta, sko. Og svo, þú veist, ég veit ekki hversu sáttir leikmenn eru við hann. Já, einmitt, sko. Það er erfitt að segja til um það. Ég held að sé nú bara eins og gengur og gerist, þá er það svolítið í tveimur fylkingum. Það eru sumir sem eru mjög ánægðir með hann, aðrir sem eru ekki mjög ánægðir með hann. Gefilegt þeir sem eru að spila. Þeir gefilegt sáttir. Oft er það svolítið hönd í hönd, en sko, við vitum það allir og ég er ekkert að koma með einhverja fyrirsögnina. Þetta er ekki metnaðarfyllsti þjálfari í heimi. Þetta er ekki svona maður sem er á skrifstofan alla daga að pæla og spekulera, en hvað hann að gera á skrifstofun allar daga? Já, þú veist, það er samt bara einhvern veginn nútíminn og ég hef alveg heyrti tala um það, þú veist bara, ef menn eru þjálfarar þá þurfa að bara mæti vinnuna 8 og svo ræðing. Þetta er endalaust, já, ok. Þú veist, það er bæði gott og slæmt, sko, þú veist, það er alveg þetta að ofhugsa hlutina og hann er landsliðsþjálfari og jú, hann mætti ekki á hann fjölmiðlafund og þú veist, maður velti, ég veit að fyrir sig. Það böggar mig ekki, sko. Nei, það er svona, ég man ekki eftir svipuðu dæmi ever, sko. Og það sem að Lagerbäck náttúrulega gerði vel og það sem að Heimir gerði vel var einmitt þessi tenging við stuðningsmenn og annað sem er náttúrulega basically það sem þessi fjölmiðlafundir snúast um. Þú ert að tala til stuðningsmenn. Já, ég held að þetta einn á einn viðtal hann hafi svolítið verið til að pottið til að friða. Friða eitthvað aðeins, sko. En þú veist, Sexy Rú, þú talar við allars að gauðra. Ég meina, finnst þér ekki heyra á þeim að þetta getur mögulega búið að bara, þú veist, er þetta eins og bara hver hann leikur fyrir þeim? Já, það er bara algjörlega, þú veist, það er ennþá allt undir, þú veist, við verðum auðvitað að treysta úrslit úr Tyrkland-Wales og við vitum alveg Tyrkland á þeim stað sem eru núna, það er bara frábært lið. Hvenær höfum við séð Tyrki mæta á Laugardalsvöll og vera bara svona ógeðslega góður? Já, það er geðveikt. Þú veist, bara trillt lið, þú veist, bara og on it. Já, þú veist, algjörlega, geðveikt lið. Ég man að þegar við vorum að spila mútið Tyrkjum, þetta var alltaf svona bara, þegar að mæta hérna svona 40%. Svo mæta þér hérna á einhvern hálffrosinn hérna Laugardalsvöll og bara eru pakka okkur saman, voru geðveikir. Þannig að ég, þú veist, trúi því að þeir geti náði 3 stig á móti Wales. Sko, vandamál okkar er svo sem ekki flókið og hefur aldrei fundið varnarlínuna sína. Það er bara fleygt hérna í raun út allt. Hérna, þú veist, þetta er búið að vera Gulli Viktor datt þarna eitthvað út, svo bara eins og hann fengi bara ofnæmi fyrir Gulla, hefur ekkert notað hann eftir Portugalsleikin, þar sem að við vorum heldur þægilegir í þeim leik. Ég hefði talað með hann í Reykjavík. Ég held að Gulli hafa alltaf fengið að vera með síðan þá, eða nánast. Hann hefur svona aðeins verið með Sverri, hann hefur með Daniel, hann hefur eitthvað aðeins, veist. Hjörtur Hermann staðþáðinn. Algjör vissinni, mikið rót á bakverðum líka. Bara, þú veist aldrei hver byrjar í bakverði. Aldrei saman varnarlínan. Logi Tómasson, Kolbeinn Finnsson, Alfons Samstedt og svona Gummi Tóta dattinn. Þetta er náttúrulega, ég held að ef þú spyrir þjálfara að þetta er svona kannski þær stöður sem þú vilt að rótera hvað minnst í. Það eru þessar varnarstöður, þú getur lifa meira með því að hreyfa eins til hann á miðjunni eða framalega á vellinum. Af því að þarna ertu með, þú veist, ég held að þú þurfa aldrei að vera í jafn miklu syngi á einhverju stað á vellinum eins og í varnarlínu og það er til dæmis kannski ástæðan fyrir því að okkur gekk svona vel 2014, 16, 18 að þú varst bara alltaf með sömu varnarlínu. Já, þetta er alveg auðvelt að teikna þetta upp svona. Við náttúrulega vorum að vinna flesta leikina, vorum að ná úrslitum, vorum að halda nulli. Við erum að spila öðruvísi fótbolta núna. Það er flóknar að vera varnarmaður í íslenska landsliðinu eins og í dag eða 2016, 15 til 19. Við vorum bara við pökkuðum bara í vörn og svo vorum við með Kolla og Jóndaða frammi. Þess vegna er ég sérstaklega ánægður með að við séum að fara tilbaka í 4-4-2 með Andra Orra frammi. Það virka vel á móti Tyrkjum ekki hvað síst svona pressulega séð. Þetta mark náttúrulega í Orra þarna, hann hleypur yfir allan völlin, sko. Ég gerði mér ekki grein fyrir að hann væri svona fljótur, sko.
Nei. Þetta var eiginlega alveg stórkostlega vel gert sko. Þetta var nefnilega En mögulega erum við að fara að sjá enn eina nýju varnarlínuna á Montenegro á morgun. Svartfjallaland, svo það sé alveg á hreinu en já, Ísland mætir Svartfjallalandi á morgun og sáleikur á Stöð 2 Sport, þú veist. Já, það er auðvitað þannig að töluvert undir í þessum leik og Svartfjallaland, það er kunni eigum að vinna Svartfjallaland, eða getum við unnið Svartfjallaland úti? Já, við getum það klárlega. Við sýndum að við vorum betra lið þegar við mættum hérna á Laugardalsvelli 2-0 og Svartfjallaland hafa ekkert verið neitt spes á heimavelli. Þú veist, tapa fyrir Georgíu mjög samfærandi, tapa fyrir Wales 2-1. Við höfum alveg að geta unnið það núti og með liðið eins og það er akkur núna bara 100%. Heldur betur. Já, Ísland á morgun og svo erum við aftur á þriðjudaginn út á móti Wales. Hvernig er þetta stuðlað? Ég held þetta að 3-2-40. Já, ég held að Epic sem þetta 2-40 á Svartfjallaland sem favorite. Ég held að þetta sé nú ekki rétt liðsuppstilling samt. Nei, við erum hérna með fyrir framan okkur uppstillingu af mögulegu byrjunarliði Íslands og nei, það er alveg fótmopp eru góður í mörgu en ofta gíska á byrjunarlið, það dettur ekki alveg hjá þeim. Og þó. Sko, Aron Einar er komin hann inn í Hafsend bara þannig að fólk átti sig á því. Aron Einar er komin í Hafsend með Sverri Ingarsinni. Já. Logi vinstra megin, Alfons hægra megin. Sko, er þetta kannski bara rétt hjá fótmopp? Mögulega. Getur hann tekið Daniel út? Ætlar hann að hrófla enn frekar í þessu? Já, þú veist, hann væntanlega velja Aron Einar Gunnarsson til að spila hann. Er það þannig? Nei, ég gerir bara ráð fyrir því. Þannig les ég þetta, en ég þekki þannig norska ekki på 10. Skulum halda áfram, við skulum skoða önnur úrslit aðra leiki með Bíkó og helgina. Þá er tilbúið hús, sýningarhús fyrir utan á Smiðjuveginum, milli 12 og 4, bara opið hús og þá erum við að tala um actual hús. Þannig að þú átt lóð, þú getur bara keypt þér heilt hús með öllu, innréttingum og öllu og sett bara á lóðina. Já. Herri, látum við hafa þetta hús og setja á lóðina mína. Þægilegt. Bara klára þetta í Bíkó á laugardegi og verður svo byrjar að poppa þarna á sunnudegi. Og getur fengið líka eitt kaldan í leiðinni. Nú, Heimir Hallgrímsson, hann vann í gær. Hann vann Finna. Írar unnu Finna og komin Kelleher varði þarna víti og sko Gummi Hreiðars fagnaði svo trilltur maður þarna á hliðalínunni. Sko, Rúrik, er ennþá að finna sem þú séð í þessu lífi Gummi Hreiðars í Jamaica galanum? Er til minni Jamaica maður í þessu lífi heldur en maður stefnir þessu? Sjá kallinn þarna. Þetta var bara einhver mynd sem að ég bara óra ekki, ég myndi sjá í þessu lífi einhvern veginn þjóðsöngur Jamaica og minn maður Gummi Hreiðars að syngja með. Já, að syngja með. Já, hann svona hreyfði varirna með þjóðsöngnum. En allavega, hann er að vinna þetta með Comin Kelleher og hann náttúrulega bara Kelleher orðin allt annað markmaður þegar Gummi fór að vinna með hann. Já, það er bara. Og kendi honum að vera víti núna. Já, hann kendi honum það. Já. Þannig að þetta er skemmtilegt. Rosalega mikilvægur sigur fyrir Heimir því að það búið smá pressa á kallinum. Já, bara frá fyrstu sekundu sko. Ímyndaður að vera ísku proffi. Já. Það kemur Íslendingur að þjálfa liðið. Var þetta ekki eitthvað svona pínu bara kannski mögulega einhverja sekundur en svo er Heimir bara þannig að hann fær alltaf alla með sér. Ok. Það er ekki margt okkur því? Nei, en þú veist það er alltaf einhverju stúrir inn á milli en hérna hann nær bara mönnum með sér og það sem hann nær mönnum með sér mest er bara að þú sért með eitthvað skipulag sem að menn hugsa bara, já, þetta geti gengið. Ég meina, sjá það, bara farin að halda hreinu og þetta er bara leikurinn hans Heimis. Hann er ekki að spila einhvern sóknarbolta, hann þarf ekki að skora 3 mörk, en hann þarf 3 stig. Það heldur betur. Þegar Heimir kom inn í landsliðið á sínum tíma, hefði hann getað mætt beint frá IBF í landsliðið, eða hefðu þá þið verið mættir á chatið bara, stróka, hvað er í gangi hérna, eitthvað gaurinn að mæta hérna beint frá Eyjum bara að taka við landsliðinu. Þurfti hann þennan tíma með Lars til þess að geta verið nummer 1? Ég held að þeim tíma, sko, fótboltamenn eru erfiðir menn. Sérstakir karakterar, margir hverjir. Þú veist, og ég einn af þeim, við bara
stórt ego, þú þarft að vera með stórt ego, þetta mikið samkeppni og þú bara verður að trúa á þína eigin verðleika. Ég held að við höfðum allir rosalega gott að fá Heimi þarna inn, bara þú veist Lars bara breyta algjörlega kultúrnum. Og ég held að Heimir hefði haft rosalega gott að því að vera eins með Lars og læra svona. Hann hefði aldrei getað labbað þetta stíðan beintinn. Aldrei sé aldrei en næstu því ekki. Næstum því ekki, held ég, sko. Já, mögulega. Sko, Heimir Hallgrímsson núna búinn að skvísa út alla heimsins heppni á móti Finnum. Við unnum ævintýrlegan sigur hjá þeim 3-2 þar sem við skorum eitthvað 3 óluleg mörk og líklega löglegasta mark bara í sögu fótboltans við unnu í Laugardalnum fyrir einhverjum árum síðan. Í gær þá átti Nathan Collins einhverjum flottustu björgun sem ég hef séð frá varnarmann í einhver ár. Komin Keller verð víti en ríkalega mikilvægur sigur fyrir Heimir. Pjóri Sori þarna þegar hann vinnur leik sem að tryggir okkur inn á HM. Já, ég er að segja á nákvæmlega þannig að við hefum fengið næga lukku frá þeim. Býtu hvernig unnu þeir eftir þá? Þeir unnu ég man bara það var stofnuð Króatar gott ef ekki. Það var eitthvað episku sigur. Já, það var stofnuð þetta einhver aðdáendagrúpa Pjóri Sori. Þá voru við nýbúinir að tapa úti í Tammeri sko fyrir Finnum það sem að ég kem inn á og allt bara með stein í skónum mínum. Þannig að fyrsta touchið mitt er bara það er bara eitthvað trampolín touch og ég þarf að spretta eftir og tækla eitthvað niður, gult 2 mínútur seinna annar gul. Hræðilegt, shit maður. Það var lítill í mér. Já, það var ekki gott. En allavega þá vann Heimir og þetta skipta mjög miklu máli. Heimir geti alveg farið á heimsmeistaramótið í Norður Ameríku með þetta íska landslið. Hann er með hörku hafsenda þarna. Hann er með alvöru framherjapar. Hann náttúrulega skoraði fyrir hann Evan Ferguson þarna á Brighton. Gott skallamark eftir frábæran undirbúning. Vesen hans Heimis á miðsvæðinu. Það er eiginlega svona erfið staðurinn fyrir Heimi Hallgrímsson. Og hann var að finna eitthvað út úr þessu öllu saman en gaman að honum gangi vel. Hann er væntanlega að fara í þetta relegation round playoff þar sem að þriðasættisliðin fara í. Heldur betur. Liðin sem eru í þriðasætti eru Albanía, Slóvenía og Ísland. Gaman að Heimir kemur, hann náttúrulega kemur, það er ekki í mars eða eitthvað. Jú, það var ekki spilað á Íslandi í mars, ég get lofaði því. Spilað hér. Verður völlurinn ekki tilbúin? Bara á tenni. Völlurinn ekki tilbúin? Í mars? Ég gef mér bara að vera ekki tilbúin. Ég veit ekki hvað. Nei, ekki heldur. Það skal aldrei vanmeta þegar Einar Þorsteins 30 ára skiptum einn helvitis grasvöld sko. Einar Þorsteins er yfir í skóplu og Ásmundur reyna með honum. Það skal aldrei vanmeta það. Ákvæðingar, þeir láta hlutina gerast. Já, þeir er búin að gera það. Það verður nú gaman að sjá það. Frakkar og Ísrael gerðu markalaust jafntefli sem er áhugavert við jörðum Ísraelsmennina. Já, bara ekkert eðlilega áhugavert. Það er ekki, ég skal alveg viðurkenna það. Það er ekki mikið sem kveikir í mér þegar ég skoða þetta franska landslið. Því miður, það er bara einhvern veginn. En Bappi, einhver svona má mental ströggli? Já, ég menn, er ekki bara að tala um að hann verði mögulega ekkert í þessum æfingaleikjum í þessum leikjum sem skipta kannski minna máli. Hann þarf að ná í mörkin. Þetta snýst allt dag að slá með og alls konar. En snýst þetta það hjá honum? Já. Ég held ekki. Já, ok. Ég held að sé líka bara ekkert sem kveikir í leikmannunum að mæta í þessa leiki. Komnir áfram einhvern veginn og bara svolítið slagið þannig. Sem áhuga maður tísku hefur séð þetta dót sem er í gangi þegar þeir mæta á svæðið. Það var æðislegt. Hver mættum daginn bara með einhverja hettum sem var rend alveg. Var það ekki Konati? Konati. Núna er þetta orðið svona mikil aðtöfn þegar þeir mæta og þeir eru alltaf búin að sjá taka út alla flíkur sem þeir eru í, verðmerkjaðir og svona sína hver er í dýrasta setupinu og allt svona. Og Jules Koundé var vist mjög lítill í sér út af þessu og mætti bara ódýrt núna. Já. Sko, William Saliba hefur verið að mæta bara í franska æfingagalunum þegar hann er að mæta þarna. Já, hann tegur ekki þátt í þessu. Shit, stóli úr mér. Miðmaðurinn litlið sem var hjá Chelsea sem er í Saudi núna. N'Golo Kanté, hann er alltaf það er ekki bull þar. Hann var bara Mini Cooper í Chelsea sko. Það var ekkert að flækja þetta. Hann er bara einhvern Koundé er nettur. Koundé er mjög nettur. Eru leðurbuxurnar, þær eru að koma inn aftur eða ekki? Hann er alltaf í leðurbuxum. Hver? Koundé. Já, leðurbuxur eru the shit. Leðurbuxur eru the shit bara fyrir ef menn voru að velta þessu fyrir sér. En annars fyrir áhuga menn þjóðadeildina getið kíkt á úrslitin á textarpinu. Þau eru öll þar 344 til 346 á textarpinu. Já, það er að koma aftur núna. Var ekki alltaf 390? Það var 390, þar var lengjan sko.
Já, ég var að fara yfir riðlana sko. Já. Svo voru íþróttasíðan á 300 eða ekki? Jú. Heldur betur og það er nú ekki lengra síðan þegar ég byrja að vinna RÚV þá þurfti ég alltaf að klára að setja alla mína fæslur inn á textavarpi líka. Gott stöf, geðveitt stöf. Það eru Færeyingarnir, við mögum nú kannski ekki glemma þeim. Já, heyrðu, hann var eins og titlingur að hann Gesson, Þeitur Gesson í markinu. Færeyingarnir unnu 1-0 og svo skemmtilega að minnast á Armeníu. Já, unnu Armeníu 1-0. Alltaf að minnast á það, ég meina England vinnur mjög ósannfærandi 3-0 sigur á Grikkjum. Var það ósannfærandi? Já, þú veist. Nei, það var mjög sannfærandi. Besti maður Englands í leiknum með Jordan Pickford, sko. Nei, veistu hvað, ég var að horfa á leik. Já, ég líka, þetta var nú ekkit, þeir voru ekkit brjálaðist, þetta var ekkit free flowing. Þeir réðu þessu frá fyrstu mínútu, sko. 3-0 á útivöllum á því Grikkjum, erum við ótaf það bilar ég segi ekki ósamfærandi en þú veist, það voru möguleikar í þessu fyrir Grikkina, ef það hefði komið mark snemma þá hefði þetta nú geta farið í allar áttir, sko. Jæja, Gunni minn. Ertu ekki sammála því? Nei, ég er ekki sammála, mér finnst bara mjög solid sigur. Talandu solid, ef þú lendir í slysi þá er það tort slysabætur. Það er réttlætiskenndin að fara með fólkið, ef þú lendir í slysi hvort sem er í frístund eða í vinnu eða hvað sem það er, tort slysabætur. Tort slysabætur? Tort slysabætur. Tort. T-O-R-T. Tort. Tort slysabætur. Það er ekki mikið til að gleðja. Ég var eitthvað í símanum og Já, ekki málið. Þú er náttúrulega með ADHD, ég hef sagt við Rúriksson að herru, svo mæti klukkan 5 á morgun, klukkan 5. Svo fær maður síntal 10 mínútur seinna, herru, er ekki úrlega 10 mínútur yfir 4? 10 mínútur yfir 4, hvað fyrstu þá töl? Þetta er náttúrulega rosa, þú hlusta bara á sjálfum sem er náttúrulega alveg einstakur eiginleiki og þið finnst gaman að hlusta á sjálfum sem að ég skil þetta mjög vel. En það eru svona mjög góða slysabætur. Tort slysabætur. Heldur betur, herri, nú komum við vitleysu, förum og verum alvarlegir. Sko, var aldrei neitt lið í Bandaríkjunum einhvern tíðan að reyna að fá þig, Rúrik? Var aldrei MLS, stóð það aldrei til bóða? Jú, Inter Miami reyndu alveg að fá mig alveg bara ógeðslega mikið. Þú vildir ekki búið í Miami? Nei, ég hef alltaf hugsað beintflug frá Íslandi. Já. Við bara spila bara það. Nei, því miður. Ég hefði elskað að spila í Bandaríkjunum. Já. Hvað er mest sexy sem komið upp á borðið á þínum ferli sem þú fórst ekki? Vá, maður. Þú getur alveg upplöstar núna. Já, vá maður, þú veist, hvað heitir að koma á borðið? Er það umboðsmaður þinn að friða þig eða, þú veist, er það blöðin eða er það tilboð? Já, ok, það er bara eitthvað sem hún vissir af, eitthvað sem var mögulega í gangi. Eitthvað sem var kannski aðeins lengra heldur en eitthvað venjulega þreifingar. Einmitt, sko. Þú veist, ég ætla að hafa ekki bara, við svona alltaf skrítið að tala eitthvað svona ef ætla að hafa ekki bara verið á sín tíma bara Wolfsburg eða Bremen en svo man ég líka hvernig mér leiði þegar FCK komið tilboð það var svona búin að spila þá 5 ár í Danmörku og það var bara klúburinn að spila fyrir geðveikt að vera með heimavöllin bara Parken það er ógeðslega sexy klúbur og ég hugsa alltaf að ég myndi enda á að búa bara eftir fyrir inn í Danmörku en ég sést í Köpen áræðislegt. Já, ég trúi því. Sko, Messi var að spila í nótt og þeir töpuðu fyrir Paraguay. Við slum að heyra þess hvað menn á ESPN segja. He had the goal, he had an assist over 3 games, but he wasn't himself. Today, he was very, very quiet. Yeah, I believe this is the first time since 2016 where Messi's lost 3 straight games, club and country. It was a difficult game. Paraguay was very physical with them. Já, hann búinn að tapa núna 3 leikjum fyrir klubb og landslið og að fara í gegnum einhverju svona mini-krísu náttúrulega eftir hrun Inter Miami í MLS-deildinni en vonandi hann komi sterkur tilbaka. Vinicius Junior sem hélt einhvern veginn að hann var besti fótboltamaður í heimum daginn. Hann hann klúraði víti í gær í jafntefli á móti Venezuela. Já. Venezuela. Herri, veitir hver ennþá fram í Venezuela? Er ekki Rondon? Það kókur. Jú, það Salmón Rondon. Hvað hann að spila núna? Er hann í Saudi? Hann pottið í Saudi. Já. En hvað, Messi, þú veist, er þetta ekki bara að trappa sig niður? Ekki bara... Já, sko,
Hjörvar er náttúrulega kannski að reyna að ífa hérna upp. Já, alveg rétt, sorry. Þetta verður alltaf einhver svona keppni einhvern veginn á milli hans og Ronaldo sem keppni sem að lauk fyrir löngu síðan. Þetta er ekkert áfall, ég meina þeir eru bara báðir og ágætt sem að Keli sagði hérna í síðasta þætti að þú veist, ég meina fótboltamennir Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, þó þeir séu stórkostlegir ennþá að þá er þetta kannski svona þú veist, þeir eru klárlega báðir að fara niður hæðina og við sjáum það í landsleikjum sérstaklega hjá Ronaldo og það var klárlega vonbrigði hjá þessu Inter Miami liðið að detta út í þessu leik og skrítið að tapa út á móti Paraguay en útileikir í Suður-Ameríku, þeir eru bara alltaf erfiðir, þeir eru bara alltaf snúnir. Já, þetta er ábúinlega ekki auðvitað að vera, en samt einhvern veginn Brasilia alveg ótrúlega unspektakular. Já, mjög. Og ég meina, þú veist, bara eins og ég var að tala lið hjá frökkunum, þú veist, lið hjá Brösson, það er einhvern veginn, ef einhver hefði sagt manni að byrjunarliðs miðjan væru hérna miðjumenn til dæmis frá Newcastle og eitthvað svoleiðis að þá hefði maður nú kannski eitthvað leið. Heldur betur. Eitthvað leið. Svona förum að koma að hálfleik hjá okkur rúmlega það. Þetta aðeins að fara í íslenskan fótbolta með Kjarnafæði sem sér allan jólamatt. Það eru auðvitað mikið í gangi. Rúrik, hversu mikið fylgist með íslensk fótbolta? Eitthvað? Já, töluvert. Okay. Já, ég eiginlega bara mjög mikið sko. Ég hef gaman að bestadeildin orðið bara frekar flott brand og náttúrulega komið Gylfa þá svona. Já, gerði mikið fyrir þetta? Mjög mikið sko. Það eru þetta, sko, þegar þú komst heim, varstu einhvern tíðan í einhverju alvöru að pæli að spila á Íslandi? Svona eftir að hætti fótbolta, eða? Ég vil að segja kannski svona korter. Já. Ég vildi eiginlega bara vera frjáls. Já. Ég eiginlega bara var alveg komin nóg að því að vera með svona eitthvað svona everyday eitthvað sko. Já. Þannig að ég vildi eiginlega bara vera frjáls, stundum í 2 daga frí, stundum í 5 daga frí, stundum í frí á 3 dögum, stundum koma tarnir, þannig að HK svona það kitlaði mig smá. Svona voru ekki Víkingarnir líka eitthvað að tala við? Jú, þeir kom með tilboð og HK kom með tilboð. HK kom með bara frábært tilboð sem að ég kunni vel að meta. Víkingarnir reyndar þó með tölvöld betra tilboð. Okay. En mér fannst bara, þú veist, að fara í HK og vera einhvern veginn með meiri laun en allir hinnir og mér fannst það bara einhvern veginn ekki passa einhvern veginn inn í klefan hjá HK. Þetta er svolítið. Já, það hefur verið, ég skilja. Þetta er góða punktur. Já. Sko, það er auðvitað ýmislegt í gangi sem íslenska fótbolta akkurat núna. Nú eru menn að fara að skipta lið og svona. Róbert Óri Þorkelsson líklega á leiðinni aftur í Breiðablik, Gunni. Já, ég hef ekki heyrt það, en ég meina Montreal er með réttinn til 20. og eitthvað nóvember með hvað þeir ætla að gera við hann, þeir geta sami við hann áfram en ég gerir ráð fyrir að það þurfi þá að kaupa hann og það er þá held ég ekki gefins. Nei, það er aldrei gefins þú átt að kaupa. Nei, þannig að ég hef svo sem ekki heyrt þetta. Ég meina það er ýmislegt að gera samt, ég meina það er þessi flótti, ekki flótti, það er þessi brottfalla vestan og nú síðast Íbrahima Balde sem að mér hefur þótt vera besti djúpi miðmaðurinn í þessari deild eða allavega einn af þeim leikmaður sem að myndi klárlega styrkja held ég bara öll lið deildarann held ég hann geti vel spilað í Víking, Val og Breiðablik mér hefur þótt þetta mjög öflugur leikmaður nú það er náttúrulega fleiri þarna sem er að fara Andri Rúnar Benedikt Warren, spurning hvað Eiður Aron, þú veist, þetta eru leikmenn sem að þeir allir að fara frá vestra? Eru allir að fara frá vestra. Akkur, hvert? Já, Balde virðist vera einfallega vegna þess að liðið náðu ekki saman með samning og þá var ákveðið að leita eitthvað annað, þannig að þetta er svona ég vona bara að vestri beri gæfa til þess að styrkja sig nægilega mikið til þess að halda sér áfram í baráttunum að halda sér uppi en ég meina þetta eru sko Andri Rúnar, William Eskalinen, Jeppe Gertsen, Orlin Orest, Benjamin Schubert, Iñaki Rodríguez og Eiður Aron. Já, þetta er tölverið blóðtaka. Ef við förum aðeins á þínar heimaslóður, Mósó, hvað er að gerast þar? Hvaða gaur er að koma þarna? Ég meina þetta er bara alltaf það sama og maður heyrir alls staðar. Ég held að forgangurinn hjá afturheldingu sé Jökull Andriðsson og Axel Andriðsson. Ég held að það sé annað þætti með skrítið. Ég hef ekkert fyrir mér í því en
maður hefur heyrt að þetta sé klárlega eitthvað sem verið að ræða. Já. Nú það eru náttúrulega fleiri leikmenn, nágranni minn upp í Helgafellskverfi í Mosó, Kristinn Freyr, ég meina það að fá hann heim væri að mínu mati það stærsta í þessu öllu saman. Auðvitað þótt að bræðurnir séu frábærir og Jökull náttúrulega breytir mjög miklu fyrir afturölding á síðasta tímabili. Það held ég samt að það að fá Kristinn Freyr heim væri risastórt fyrir afturöldingu. Raunhæft það? Ég veit það ekki. Ég myndi halda að það veri raunhæft en það mun klárlega þurfa mikið til að samfæran heldur til þess að koma því ég talaði náttúrulega bara það þessu tímabili. Mér fannst hann bara besti leikmaður Vals þegar hann spilaði sko. Væri impossible fyrir þig Rúrik að koma aftur í fótbolta? Gætir það? 36 ára. Myndur bara tókna bara eftir 2 mínútur? Ég bara veit það ekki sko. Ég búin að halda mér ég held að formið held ég svona temmilega fljótur að koma mér í form. Já. Ég held að það yrði kannski auðveldara fyrir mig heldur en Veigar Pál bara, eða skilur eða ég ég veit ekki hvað þú segir Veigar Pál. Ég veit hvað þú byggður. Þú ert bara byggður þannig að þú ert ég bara svona aðeins grannur eða svona einhvern veginn. Ég bara satt Wayne Rooney bara með þennan sterka skrokk. Já, eitthvað þannig sko. Þannig að mögulega auðveldara. Ég veit bara, hef ekki hugmynd. Bestadeildin kannski óraunhæft eftir 4 ár bara í einhver allt öðru. Lengjudeildin mögulega. Ég bara Það væri ekki þannig ef að Rúrik myndi mæti deildin aftur. Það er mikið klæja varnarmönnum að taka hann einu sinni almennilega og merkjan. Svo bara, það sko bestadeildin hefur sína kost og galla. Hversu mikið hefur að vinna að koma tilbaka í bestadeildina? Varstu það sem þú hugsaði með þér? Ég ætla ekki að expósa mig fyrir framan Íslendingana. Já, bara alveg partur af því sko. Nei, líka, þú veist að bara til dæmis, bara Gylfi, bara mörkin sem hann var að skora í sumar. Markið þarna móti hverjum sem hann köttar, bara fær eftir eitthvað innkast, köttar inn og skrúar hann í vinkilin með vinstri. Bara, þú veist, það öðruvísi og þú færð öðruvísi kredit fyrir að skora svona mark. Það sem að bara einhver myndavél upp á einhverjum gám og það hliðavindur, skilurðu mig? Fattar mig? Það er erfitt að bara standa alveg út og fá eitthvað alvöru kredit, þú veist, hann frábær. Yfirleitt eru menn bara, þú veist, menn skora svona mörk og þú veist, þú fær 2 klöpp á bakið, sko. Og líka enn frekar að hrósa, þú veist, þetta náttúrulega mikið hugrekki fyrir Gylfa að koma heim í Val og þess að það vita það allir. Ef hann vinnur ekki allt sem hægt að vinna, þá það vonbrigði. Þannig að þú veist, hann hefur verið öllu að tapa. Þetta svona Gylfi sem maður sá alltaf í landsliðinu og í ensku úrvalsdeildinni, það var bara svona einhver yfirnáttúruleg vera. Sko. Það engin ensku bolti helgina, en hins vegar hátíð hjá mér upp í flísabúð, því að flís ársins, flís ársins milli 10 og 2 á morgun. Þetta ekki sjálfvalið? Já, það nú líklega sjálfvalið en þetta verður allt saman upp í flísabúðinni á morgun upp á Höfða milli 10 og 2. Það verða þarna smá freyðivín og veitingar og menn njóta þess að fylgjast með flís ársins, náttúrulega Dóttur fútból mikill áhuga maður flísar. Annar maður sem maður getur ekki annað en fundið til með David Coutgreith, dómari. Hann bara búinn, hann mun aldrei dæma aftur í enskum fótbolta. Ég meina, ekki þetta slá því föstur, Rúrik, þú þekkir nú búin að búa í Bretlandi, eftir að vera gómaður svona, þú getur aldrei mætt aftur út á völluna. Staðfest, en þú veist, finna til með honum, hvernig, ekki svolítið eitthvað sem þú býrði til sjálfur. En hann þarna með einhverjum vini sínum og hann segir, þetta má ekki fara neitt og eitthvað svona, og hann segir, þú veist, og þessi vinur hans mjög sniðu og görgrennilega. Ég hef ekki mikinn húmor fyrir því ef að menn eitthvað í hvítu hraðlestinni og þú veist helgar og þetta, þú veist, þú bara verður að velja á milli, sko. Bara ekki vera stúpid. Það bara svo simplt. Sko, maður náttúrulega veit ekki hvað við gengið á hjá leikmönnum eða dómurum fyrir 20 ára og 30 ára síðan þegar símandi voru ekki komnir. Þarna þetta situr hann gjössanlega autofit þarna í einhverju sófa með þarna þetta smartes hliðin á sér. Sem að veifandi síma í andlitið á honum og svo það þannig til að bæta gráun og svart þá kemur síðan annað vídeo þannig að þá var maður svona heyrðu, ok þá veltum maður fyrir sér var einhver kúin í gangi eða eitthvað svoleiðis eða þú veist reyna að fá hann til að borga þú veist af hverju þetta kom bara yfirborðið núna þú veist það er svona landsleikjarhlé ekkert í gangi
Það tala að þetta sé svona þeirra leið til þess að stytta þessi landsleikili en Sönn hefur náttúrulega gengið svona hvað harðast fram í þessu máli og þeir eru núna með undir höndum virðist vera einhverjar upptökur af því að hann hafi verið í hálfleikjum á leikjum sem hann var að dæma að plana einhvers konar partí og þá er ég ekki að tala kannski ekki venjulegan gleðskap, þetta ekki þú að bjóða í mat eða eitthvað svoleiðis sko. Þetta er svona aðeins meira sko, þetta eins og Sönn skrifaði þetta þá var þetta hvað, drug party cocaine party, já ég bara, hefur séð David Coote Já, er þetta ekki ólíklegasti maður í útliti til þess að vera í einhverju bulli? Jú, þetta er, einmitt, hann er svona ef ég myndi setja hann einmitt á einhverja aðra vinnu með þessu þá væri það að vera raungreinakennari eða eitthvað svoleiðis sko. Þú veist, vera á því 8-4 og svo dæma á Etihad. Ég er ekkert að drepast úr vorkun með honum sko, ef ég er alveg Nei Nei, bara þú veist, það skapar ekki bara þína eigin En hafa samt ekki allir gert eitthvað sem að, þú veist, við erum ekkert að fara með þetta, þú kannski sendir eitthvað á vinahópiðin eða eitthvað svona eitthvað grín bara, skilur sem að ef það myndi fara eitthvað þá verður game over í sko alveg bara Ég myndaði ef að ég myndi taka bárun á þetta teipa eitthvað símtala sem æskæsir að tala saman og svo bara 50 setna myndi ég hlaupa með þetta þeir eru búin að heyra hvað Rúrik er að segja hinn og þann gjörðu svo vel Já, fyrir mér er munur á því að þú ert sko einhver miðflokksmaður á Klausturbarnum eða Klausturbarnum hann að reynda að ræða málin eða vera bara að skipuleggja eitthvað eitulega Já, en við erum að tala um þessi óheppilu og þessi ömulegu komi sem það segir með Jörgen Klopp og sem það segir hérna en þú veist, það er náttúrulega Jú, bara í lokuðum hópi á alltaf að vera að loka og allt hann hann er eins og ég segi en þetta er greinilega einhver algjör kjáni sko en ég held að það sé megin atriði, ég held að þetta sé einhver algjör kjáni sko, þú veist ekki vera að mæta á edition og bulla eitthvað, maður veit aldrei hver er með kamerur skilur, bara þú veist sérstaklega að ert einhver svona opinber ég meina fótboltamenn, dómarar stjórar verða að vera varir sér 24/7 það hefur allt kosti og galla að vera í einhverju sviðsljósi og ég held að þú getur alveg tekið fleiri stéttir hann inn sko. það bara verða að vera á tánum alla djöfus í stað ekki leifa að vera kærulaus í álfa myndu það er bara þannig að með tilkomið þessa samfélagsmiðla þú þarft ekki nefnum bara eitt twitt og þá ertu kannski bara mögulega game over ég held að sá kultúr færi nú fljótlega að vera Nei, ég meira að tala um eins og til dæmis þetta þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona, þetta er ekkert eitthvað cancel culture eða eitthvað svona, þetta er bara eitthvað svona hann getur ekki dæmi þú bara getur ekki réttlætt að hann dæmi aftur er hann ekki bara til Saudi að dæma? Hann gerir það en bara, þú veist, þetta er Klattenborg þá yfir þar eða? Ég veit það ekki Við erum með fleiri fréttur á enska boltanum Bentancur gerir ráð fyrir að hann sé á leiðinni í langt bann hann hefur sagt bara frá því sjálfur Rodrigo Bentancur, leikmaður Tottenham það var hann einhver ummæli sem hann lét fjalla Heung-min Son liðsfélag sinn í suður-amerísku sjónvarpi Son hafði nú reyndar fyrirgefum og sagði að þeir væru ennþá bræður en Bentancur hefur sagt frá því að með það sem hann hafi heyrt frá enska knattspyrnusambandinu þá sé hann leiðinni í langt bann Aftur, bara nappaður í heimskulegum ummælum og þetta er, þú veist svona, ég get alveg skilið aftur hvaðan hann er að koma þetta er bara hugsunarleysi þú veist, ég held að sé ekki illt á bak við þetta Nei, en hann náttúrulega þú veist, þetta er eitthvað á milli liðsfélagarnir eru sáttir en hins vegar segir Bentancur mér að segja sjálfur að hann verði bara una þeirri niðurstöðu sem að kemur Þú verður að sína auðmýkt, þú verður að passa að sína auðmýkt Já, sko ég verður nú að viðurkenna það sko að þessi suður-amerísku drengi, þeir eru að vera að koma sér í vandræði, ég meina Luis Suárez gerði það í Englandi á síðan tíma fyrir 10 ára síðan og einn dag Edison Cavani sagði eitthvað við eitthvað vinsinn, eitthvað Negrito og þess sem að Negrito er eitthvað vinur eða eitthvað í, en Bretarnir þetta einhvern veginn varði eitthvað en algjört, slepptu bara að setja þetta en svo auðvitað eftir söngvana frönsku landsmennina þannig að þú veist, þetta er Suður-Ameríku það er einhver kultúrmunur á Evrópu og Suður-Ameríku Já, þessi gæjar hafa náttúrulega fengið alls konar uppeldi sko, þeir fara ekki í lífsleikni frá 6 til 16 ára sko, þannig að mögulega þarf maður að gefa þeim einhvern aðeins meiri slaka og lefa þeim að læra
Já, ég meina, og svo hafa þeir alveg fengið stuðning líka, ég meina, ég held að Liverpool hafi heitað upp í bólum til styrtar, eða til stuðnings við Luis Suárez þegar það allt saman gekk á. Eins og þegar brassarnir, það var eins og Neymar hefði látist þegar hann meiddist þarna og þegar þeir held allir á treyjunum og voru allir í treyjunum með 7 eða eitthvað svona. Galið, sko. Við ætlum að enda þetta allt saman á 3 laufléttum liðum, Einar Á með Dr. Fútból, Einar Á leitar að vinnurum vikunar og einn af þeim hlýtur að vera Rúrik Gíslason sem var að senda frá sér sitt annað lag eftir að hafa gefið út Older, we'll talk about it later when we're older. Ég líka lag. Það er lag, það er anthem. Herru, fleiri vinnurar, náttúrulega Luke Littler eftir píluna í gær, þá hann klárlega vinnur, var náttúrulega á leiðin út. Það er einn af þessum mönnum sem horfir á pottet ekki á eina pílu minn maður Rúrik Gíslason. Hann hefur skemmtilegri hnöppum að hneppa. Já, ekki mikið í pílunni, sko. Nei, ég sé það líka ekki fyrir mér. Nú King Joe Biden, hann er náttúrulega einn af vinnurunum í þessari viku. Hann er einn af vinnurunum? Já, hann tók vel á móti fórseta President-elect King Joe Biden. Nú, fleiri vinnarar frá þessari viku. Ertu með fleiri vinnara? Geir Ólafs með, þú veist, sko, öll gata mínir á leiðinu á Ice Guys. Ég fer bara á partytónleika. En jólasjóðu mitt er alltaf Las Vegas Christmas Show. Wow. Já, það kann ég vel við mig. Það er, þú svona, Las Vegas jól, það eru mín jól, það eru mín típisku jól. Ég ætla að fá að velja þetta fyrir áður en að þátturinn fyrir loftið, þá ætla ég að velja Blöndal. Mér sýnist þetta að vera enn neglan hjá honum í sjónvarpi. Já, matastæður. Bannað að hlæja. Sko, ég verði líka húsarindar Stöð 2 Allavík líka alveg klálega. Herði, og Maggi Helga og Hannes með bókina. Ég byrjaði að glugga í hana. Ég náði mér eintak í ger. Þannig að ég byrjaði að glugga í hana. Sko, Hannes er eitt svona opnasti, bara ef þú spyrir fótboltamann, bara hvernig hefur það er bara góður. En Hannes kemur alltaf bara með ég svaf illa í fyrrinótt þannig að þú veist þessi bók hún þetta er bara, lesa þessa bók sko. Annað með, ég ætlaði að koma inn á með Stöð 2 þarna ein stjarna þetta með Dóra og Stenda. Já, það er skemmtilegt. Geðvikt. Ég bara langt sinni skemmti mér svona mikið í svona þetta. Herðu, Hannes með bók saga Hannes er að hann skulle hafa spilað á HM er náttúrulega algjörlega uník því að það var ekkert og þá meina ég bara það var ekkert sem benti til þess að þessi maður myndi einhvern tíðan spila á heimsmeistarkeppninni í fótbolta. Ég man eftir hvað mér þótti Hannes eftir að hafa séð hann aðeins hjá Stjörnunni og hjá Fram. Þetta var ekki besti markvörður sem ég hafði séð. En með fáránlegu dedication og hard work þá er hægt að ná helvíti langt og þetta á að vera svona inspiring saga væntanlega fyrir marga. Að því við erum með Rúrik Gíslason hérna, þá erum við ekki með neina lúsera. Við erum ekki þar. Jú, David Coote verður því miður að fá að vera þar. Hann átti ekki alveg sína daga. Við ætlum að fara í nei eða já. Og það er nóg af spurningum sem liggi hérna fyrir mína menn. Sko, það er mikið af spurningum á ykkur báða. Og hann fór borðið okkar góða á góða hreyfingu. Þetta eru þungir menn hérna í stúdíónu. Rúrik, þú hefur spilað víða heim. En tekur því sem sjálfsögum hluta af að spila leiki í Borgarnesi þar sem bæði ég og trigger warning fyrir Gunna, Gísli Einars og Landanum komum við sögu. Tekur því sem sjálfsögum hlut? Nei, ekki séns. Það er mín lífsins lukka að hafa fengið að spila leiki í Borgarnesi. Að Búnaðarbankamótinu. Já, en þannig þessi leiku með sól og hól. En þessi leiki með sól og hól. Hef ég spilað leik? Þú hefur spilað marga stórleiki. Já, jólamótið maður. Já, frændamótið Íþróttahúsinu í Borgarnesi með Gísla og ég Sóla og bróði mömmu er alveg gallarur tóttarmaður og reyndar eiginlega öll ætti mín, þannig að ég fekk búning þegar ég var 5 ára frá honum, þannig að ég er búin að vera tóttarmaður síðan. Já. Og Gísli Einars er líka tóttarmaður. Gísli Einars er tóttarmaður. Er það ekki algjör kongur? Þetta er einn mest næs gæi sem ég hitt. Hann er snillingur. Hann er snillingur. Hann er líka bara góður að velja fólkið kringum sig. Alltaf með rétta teymið. Alltaf með rétta teymið. Hann er ekki, þú veist, ef þú ert eitthvað neikvæður að þú veist, ekki passar honum ekki. Það er bara, hann er snillingur í þessu. Snillingur. Algjör. Drekkur Rúrik Pepsi Max eins og venjulega fólkið? Já. Heldur betur. Hvor er fallegri
Þorvarður Kristjánsson eða Loris Karius Þorvaldur Kristjánsson, hver er það? Þorvarður Kristjánsson það er bara King of Kópavogur sko, hann er með GSG vegmerkingar og Já, ég veit ekki hvað það er. Hvor er fallegri? Hann var með mér úti, ég var að vinna fyrir Boss, mætti að opna Boss-mótið og hann var með mér hana og hann var Loris var með okkur líka. Nei, ég verð ekki, þetta er nýfjaft sko, þetta er nýfjaft. Herri, hvað gefur Rúrik Gunna í einhvern 1-10? Er það ekki með 10 eða? Já. Sko gamli Gunni ekki 10 en ég sendi á hann á Instagram þetta transformation er 9-7 Við vorum að ræða þetta. Já, 9-7 líka með kryddið og svona Einmitt, hans að krydda. Er Jón Jónsson ofta að tala um hvað hann sé heppinn að kona sín sé tannarnir? Já, ég hef nú gefið hann það líka bara tala rosa mikið og reynda fallega kona sína. Já Maður sjá, mun Chelsea vinna deildina aftur á undan Arsenal, spyr Haraldur Heiðar? Nei, ég hugsa ekki. Ég held að það sé lengra í það Chelsea vinna. Langaði þig tjena að fá? Í alvörunni? Er ekki Arsenal bara Það er smá vissin það er smá vissin að það er bara aðsöðum. Er ekki? Nei, það er. Nú spyr ég bara. Það er ekki komin tæp 3 ár síðan við töpum síðast fyrir topp 4 liði, held það. Ok, flott sér. En hvað er mörg á síðan í liftuð? 20. Málmi. 20. Já, en 20 ár síðan deildin. Ok, en allavega. Það er dúndrast hérna einn spurning. Ég var að hlusta á ég hlusta stundum á blöðkastið. Það var alvöru áfættistómur fyrir United samfélagi þegar Auðun Blöndal þegar helsti það sagði eitthvað vonandi verður þetta ekki sama ruglið og síðustu 20 ár sagðan. Nei, síðustu 10 ár þá var hann að tala um Manchester United tímabilið. Þannig að hann greinilega hann verðmetur ekki þessa FA Cup titla sem að slá ryk í augu fólks. Hann verðmetur þá greinilega ekki alveg eins og aðrir hér við þetta borð. Blöðar er nú bara að selja áskriftir þá er hann til í að segja allt sko. Hefði Gunni Birgis vilja fá Prime Rúrik í Arsenal? Það er hvað ár? 2000 ég menn er það ekki bara er það ekki í kringum banderárin eða? Nei, ég myndi segja Prime Rúrik var á sitt eftirsóttasta þegar ég talaði um Manchester United að taka Rúrik sem er svona 2013 3-4 15-16 Já Það er að segja að það sé Prime Rúrik Nei, en þá þeim tíma er öll í Evrópu að skoða 2003-04 þá erum við náttúrulega að gera eitthvað sem ekkert annað lið hefur gert og mun gera það er að labba í gegnum þetta Þá ætti að taka Rúrik í úlingastarfi Í úlingastarf Hjá Arsenal Já Ég meina, reyndu Arsenal að fá þig á þessum tíma? Nei En ég enda á að fara hana til Anderlecht sem fyrsta múf Þá vorum helvíti mörg stóri í myndinni Já, það var mikið Var ekki eiginlega öll lið bara að skoða þetta? Þú veist, nei, ekki öll en ég enda að fara til Anderlecht að því Luka Kostic þáverandi U17 þjálfari hann sagði að það veri besti kosturinn margir góður hann valdi þetta fyrir á þeim tíma, já, basically sko Gísli Freyr Valdirsson úr þjóðmálaspyrir tel ég líkur á að Seðlabankinn lækki vexti í næstu viku Rétt Verður þetta ekki 5 púntar? Þetta eru Hvað sagði, 50 púntar? Risalækkun í næstu viku Þú veist eins og núna allt þetta kass sem er að rúla inn hjá þér, Rúrik, ertu með EHF eða? EHF? Já, ekki, ég er ekki eitthvað Viltu borga meira af þessu eða? Má bjóða þér það? Þú getur kosið samfélkinguna að fara að borga 25%. Já, ég flytt lögheimili ef það gerist. Það er 100%. En myndu meika sens fyrir þig að vera skráður í Monaco eða eitthvað slíkt? Já, ég ofta hugsaði bara búi í Dubai eða eitthvað. Já. En ég bara elska ekki meira en að gefa mér. Já, það er gefa skattar. Gefa skattar. Takk samfélags. Það er bara hækkun skatta, já takk. Hækkun skatta, já takk. Herðu, ég ætla bara að hvíla ykkur aðeins frá neyða já. Ég vil gaman í neyða já. Já, þeir eru með nóg af spurningum fyrir ykkur. Heyrðu hvað er með mörg lög? Já, þetta eru svona 3-4 lög einhvern veginn. Hvað er í gangi? Og sjá, erum við hérna? Er ég búin að fækka þeim núna? Já. Er þið komið? Kemur út reis. Þú glemdir að setja á red light, green light. Já. Everybody take a shot, red light. Heldur betur.
Hlakka til að kissa Birki minn frá Bullis hér rétt og eftir. Við gerum það eftir hvern einast þátt. Við kissumstu aðeins. Já. Já, bara kinnina. Já. Ég var aðeins að fleyja honum fyrir rútuna. Ég var að kissa hann vel og innilega. Já. Kíkti í chatið. Birkir. Kemi.is og Dr. Fútból. Já, smá enga húmor. Þetta alltaf svo miklu. Góð stemming þetta. Bullis, þetta gaur, sko, vinir mínir margir, eiga börn og þeirra aldrei. Já. Og hér ég að, en allavega, þá það Elgrandi með Kemi.is. Wow, shit, man. Geðveikur þessi bólur hérna sem ég gerði með Kemi. Það ekki með þurrkurnar hann ennþá? Kemi? Jú. Wonder Vibes. Já, Wonder Vibes. Bara tekur alltaf, já. Mentilega, ég skal hérna kannski tala við það og að þú hvort ég get ekki senda á þig, kannski einn stautaði. Taka á í story eða eitthvað. Já, heldur betur. Eða eitthvað erfiður blettur og þú ert eitthvað, fer ekkert af hérna. Já, rétti ég þér Wonder Vibes, mæti ég, erfiður blettir, prófaði þetta, svo alltaf. Þetta geðveikt. Þetta content, sko. Þetta alveg content, sko. En, má ég sjá. Boy og girl bands in history. Shit. Og það má ekki spila á hljóðfæri í þessum böndum, heldur verða þetta vera svona syngja, dansa, cool, svona stráka og stelpna bönd. Gunni, ég held með þér, þú ert yngri, þú ert góð manneskja, þú byrjar. Ég ætla að byrja á, byrjum bara á Spice Girls. Spice Girls. Ice Guys. Ice Guys. One Direction. Backstreet Boys. Destiny's Child. NSYNC. Jackson 5. Ekki. Blue. Jackson 5. Ok. Nei, ég ætla ekki það. Ok, Blue. Já, þetta var ekki gott hjá mér. Blue. Ég nefnilega strax bara orðin, sko, það þarna And I will keep you safe and strong, shelter from the heart. No matter what. No matter what the freedom. Herri, býtu. Luxor. Já, þarna var ekki svona óperu eitthvað. Var það ekki, nei, var það ekki hérna, hérna ekki Luxor, jú. Hvað er það að fara að googla boyband? Nei. Ég ætla að fara í, þetta ekki Boyzone sem að var standað? Já, Boyzone. Mínum enn í Boyzone. Ég ætla að gefa Luxor í... Ronan Keating, jú. Var hann í Boyzone? Já, heldur betur. Hár rétt hjá þér. Svo náttúrulega bara, þú veist. Byrju, hann Gunni. Rúrik nú þetta hlusta á aðra. Það er kostur líka, það er kostur að hafa. Það er kunna það. Jesus Christ, hvað ég lélegur í þessu. Já. Sko. Spice Girls komið. Nylon. Halló. Hvað meinið þið? Ég ætla að fara í Take That. Take That, það sjálfsögðu. Ég vil að þetta fljóti með... Já, hann helviti vel aðsins strákur. Ekki þið búin að... Þetta var ekkert preppað fyrir þátt eða? Nei. Hvað, lífið ekki allt eitt samsæri gegn þér, Gunnar minn. Það fullt af fólki að dóti sem þykir mjög væntu. Preppað fyrir þátt. Hjörvar stundum með svona enga húmor. Ef ég væri búin að hugsa þetta, þá væri ég búin að gleyma þessu. Sko. Já, hann hefði ekki hlusta á neitt að því sem við sattum. Nei, þetta ekki að koma. Nei. Jú, í alveg. Ertu með eitthvað mikið meira? Já, þetta bara alveg stóluð mér. Ég fór á hérna... Hvað hétu það? Eitthvað Tres? Nei, Three... Destiny's Child? Nei. Það hétuð upp fyrir J-Lo tónleika sem að ég fór á. S-Club 7. Já, Girls Aloud. Já, hérna hún... Cheryl Tweedy eða hvað sem... Á, nákvæmlega. Hún var góð að syngja. Hún var góð að syngja.
Boyband The Jackson 5 titlað hérna sem boyband. Já, þetta gaf ég það. Boys to Men, Jonas Brothers, já, ég hefði getað vitað það. Já, Boys to Men líka. Hefðu við Leif Hansson? Vissulega. Geðveikt. Trilllag. Voru ekki svíjar eða? Nei, kannar. Já, voru þetta í kannar? Little Mix. Sugar Babes. Og svo náttúrulega upprunalegu Ice Guys, þeir áttu Trilllag. Sugar Babes, já. Svona var sumarið 2005 eitthvað. Frábært band. Þannig að ef að menn fíla boyband og fíla party, þá eru menn að fara inn á tix.is núna að köpa sér miða 13. februar í höllina, sko. Ekki februar? Nei, Desember. 13. Pussycat Dolls, það eru líka í uppáldi. Já, það eru góðar. Það eru ansi góðar. Hún var þar eða ekki Nicole Scherzinger eða ekki? Jú. Don't you wish your boyfriend was hot like me. Ég breytti textana, sko. Ég settaði Don't you wish your boyfriend was hot like me. Já, þannig að þú veist, ég ger þetta oft með lög. Breyti bara einhverju einu orði. Þá er ég búin að gera miklu betra. Þá ertu búin að kallvæða. Þú varst sá sem að breytir glaðastundundur í heimi eða ekki? Í glaðastundundur í heimi, já. Nei, það er frábær hugmynd. Það er ógeðslega fyndið. Það þarf ekki náttúrulega bara eitt orð og þá er þetta orðið svolítið fyndið. Þetta er sko. Þetta er náttúrulega algjör snild ef maður bara breytir og tekur einu þetta er algjör snild sko. Bara glaðasti í glaðasti Svo eru sumir sem ég heyri ekki vel. Það var einni á Stikkisólmi sem söng víst alltaf There's a fire downtown. Final Countdown. There's a fire downtown. There's a fire downtown. Ég meitt svona 18+ sem að ég get ekki farið með í loftið sem að það var eitt líka á körfuboltaleikin sem að góla alltaf Be Friends þegar að það var Defense. Be Friends. Ég veit ekki gaman að fara á þess að körfuboltaleiki heima. Þeir eru flottir. Ég þarf að taka þig með ég og Blöðarinn ætlum að fara norður í mæ þegar þeir komast. Já, þeir vinna titilin. Þeir vinna? Já, þeir er langbesta liðin. Ég er svona að byrja að fylgjast með úrslitakefni. Herðu, Dóttur fútból þakka fyrir sig. Bara geðu þetta fáður úr Sexy Roo er lagið og allt það. Svo fyrir á stælin. Það er bara, sko, leið og klukkan er 12 þá fer minn maður Gunnar að hristast allur. Gunnar Birgis og Maginn hristist. Já. Nei, það er nú slöktu á þessu. Gunnar er flottur. Gunnar er geggjaður. Maginn hristist. Takk fyrir mig.